Góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn. Virkilega góð dagur í dag. Strákarnir eru heima. Það er ekki leikskóli. Hæ, strákar. Hæ. Halló. Ég er að byggja. Ertu að byggja? Ertu ekki að púsla? Já. Já. En hérna... Já, virkilega góð dagur í dag. Anita og Anna eru bara rétt á komin. Klukkan er að detti í 4. Hvað er ég búinn að gera í dag? Ég er bara búinn að snúllast með strákunum og þau eru búin að rústa herbygginu sinu. Ekki fyrsta sinn og alls ekki seinasta sinn. En eins og ég segi alltaf, á meðan krakkarnir eru að leika sér, þá er þetta í lagi. En þeir eru bara að skemma og rústa bara til að skemma og rústa, það er ekki í lagi. Það er svona gullin regla sem allir foreldrar ættu að taka til sín. Og það er fátt leiðilegra. Ég er allavega þar. Það er alltaf hreint hjá fólki. Bílar. Það er alltaf hreint hjá fólki þó að það séu börn á heimilinu og samt þetta dót, en það er alltaf spikk og span svona Instagram mynd. Já, þá væri ég ekki til í að vera barn á því heimili. Mín skoðun endurspeglar ekki mat þjóðar, en ég ætla að líta á þannig að börn mega að leika sér á meðan þau nenna og vilja og halda í það að vera börn. Haldi það að vera börn eins lengi að þau geta. Út af því að leið og lífið byrjar. Gaman! Já. Á meðan áður en... Já, hvað ætla að segja? Þegar lífið byrjar og maður fer að taka einhverja ábyrgð að taka einn tekjur til að kaupa sér eitthvað eða safna sér fyrir bíl eða íbúð eða hjóli eða hvað sem það er, tölvu, þá er alvaran byrjuð og þá þér ekki að vera eitthvað að leika sér og sóa tímanum í einhverja vitleysu. Ég veit það ekki. En þetta er góð dagur í dag og bara enn og aftur takk aðeinslega fyrir að nenna að fylgja með þér og fylgjast með og svona, en ég er með smá pælingu sem ég ætla að deila með ykkur. Ég ætla að fá mér að pissa og svo tekið upp vélarnar og sýna ykkur. Sko, núna er að fara að koma sumar. Það er bara 10 mínútur í að segja að fara að koma sumar. Veit ekki hvort að við gerum pallinn almennilegan í sumar eða næsta sumar. Það kemur í ljós, en það sem okkur langar að gera með pallinn, þetta hérna rými sem við eigum, þetta hérna allt, er að mig langar að rífa allan pallinn burt. Það getur bara allt burt, rífa þetta burt, þetta kringum pottinn, það getur burt, allar spýturnar hérna, endurregla með því að taka bara allar hringinn, taka þetta burt og setja nýtt, út af því að við ætlum að staðan fyrir þetta sé sko trappa hér og steina rúa hér, trappa þarna og hérna og þarna og hérna, setja þetta bara allt í eina hæð og hérna já, þá ná að nýta þetta betur. Og ég skil ekki, ég og Anita, við erum ennþá að klóra okkur í hausnum, okkur í óskopunum, þau sem byggðu pallinn áttu heima hérna. Ef þú ert að fylgja mér þá máttu alveg vita það, við skiljum ekki alveg af hverju þú bara sleppti þessu. Og þetta er alveg sko 3x6, þetta er ógeðslega stórt. En það sem okkur langar að gera, burtséð frá því, það sem okkur langar að gera, við eigum trampólín sem er 3x4, 3 metrar x 4 metrar sem er ferhind. Já, það sem okkur langar að gera er að taka þetta hérna burt, henda þessu bara. Við ætlum að taka pallinn, rífum hann auðvitað burt, ég ætla að grafa hólu niður og við erum með niðurgrafið trampólín þarna í hóðninu. Og það passar akkurat sko hérna út í enda og hérna kemur svona smá göngustígur og þá er þetta að fara inn í bílskúr eða inn í stúdíu. Við erum með trampólín þar, en það getur verið sturlað. Og svo bara hérna parkett hérna, alveg splunkunýtt og ég held að þetta geti komið mjög vel út.
og ég mjög spenntur og peppaður. Eina sem ég hræddur við, fyrsta sumari þegar við áttum heima þarna, það var geitungabú. Það voru alltaf geitungar að fara hérna niður á þessu hérna svæði, alltaf að fara niður og upp. Þannig að þegar ég ríf pallinn burt, þá pottþétt geitungabú þarna. Og ég ekki spenntur yfir því. Og líka bara aðal ástæðan fyrir að mér langar að taka hérna pallinn burt, pallaefnið, út af þetta allt byrjað að mygla. Byrjað að koma svona sveppir í timbrið, bæði þarna, annars staðar hérna á pallinum og hjá pottinum. Það komin svona græn mygla hérna, sjáu við, komin svona græn mygla hér og ég vil bara losna við þetta, sérstaklega út af því að krakkarnir eiga eftir að vera mjög mikið enn í sumar og mér langar bara að hafa þetta almennilegt, hafa þetta top notch, annarkvort að hafa þetta gott eða bara sleppa því og ég vil hafa þetta gott. En já, þetta eitthvað svona sem mér langar að gera, hvort ég gera það, mér langar að gera þetta líka seinasta sumar en við gerum það ekki, þannig að það bara það sem fylgir þessu, maður þarf að velja og hafna, það er margt annað sem liggur líka á að gera þetta en maður þarf bara alltaf að forgangsraða. Maður er fljótur að læra það í lífinu að maður getur ekki gert allt sem maður langar. Það er bara þannig. Það er ekki til endalaust af peningum. Ertu með ofurmótor hér? Já, núna ekki tjá! Það minna upp og svo loftur og búm, það er í búinni. Ég var að fara að vinga hann með niður. Ég var að fara niður. Ok. Ég held að hann eftir að vera hættulega mikil töffari. En hann með samt svo lítið hjarta sko. Að þessi litla brekka hérna, hann fer af hjólinu og það þorir ekki að hjóla niður. Ert þú bara komin í torfærur? En já, við fórum í hjólatúr. Við hérna, svona rétt fyrir svefnið, þá ætlum við aðeins að leika eftir kvöldmatt. Ákvaðum að fara að hjóla og það er sturla gott veður. Mætti vera aðeins hlýrra samt, en það er samt heldur ekkert kalt. En hérna, já, við erum bara hérna í leikskólanum hjá strákunum sem er basically gamli leikskólinn minn. Ja, sitta. 1, 2 då.
setti hérna, þetta er þetta hér, sæti hérna. Er það vegasalti? Ha? Fattu það? Fattu það? Hvað er þetta? Vega. Hvað er það? Vega. Vegasalt? Nei, þetta er ramba. Það er svona rúm niður, eða? Öll þetta í grasi? Þú veist það rúm niður brekkuna? Það var til pappa. Það er svona. Svona mynd. Já, og svona. Svona. Já. Vá. Hei. Hann kallaði á mig og hérna var svona eins og væri eitthvað að. Svo segir hann við mig, pabbi, viltu gera svona mynd? Ég var ok. Og hann var alveg að segja mér hvernig ég átti að beina myndavélina og allt sko. Skemmtilegt. Ha? Herru, við ætlum að enda þetta í dag, bara takka æðislega fyrir áhorfið, Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt, njóta lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye, ætla að segja bye. Bye. Bye bye.